Já, góða kvöldið, kæru áhorundir og velkomin í Frís 2026. Ég heiti Nóel og hjá mér Gunnar og Óli, ekki þeir tveir samt, en við erum með Gunnar og Óla. Sælistrákar, velkominir. Blessaður, gaman að vera hérna í settinu. Fyrsta skipt sem ég hef verið hérna í Frís og bara spenntur fyrir kvöldinu. Já, sömulegis, bara mjög spenntur. Já. Ég tók 2 í fyrra og bara, þetta æðislegt. Það gaman? Jú. Jú, þetta alltaf gaman. En þeir sem þekkja ekki þetta format í Frís, þá erum við með 6 lið, það 6 lið úrslit og við erum með ME á móti FG í dag og við erum að keppa í Mario Kart fyrsti leikurinn og Mario Kart, Rocket League og CS, við endum á CS ef annarkvort liðin vinna ekki báða leikina og Já, þess að vera að keppa best of 3 í þessum 3 leikjum. Já, við tökum alltaf 3 leikina þó að verði 2-0 en þetta upp í 2 í raun og veru. Já, nákvæmlega. Okay, Þannig að segjum að FG vinnur fyrstu 2, þá förum við ekki í CS. Jú, við tökum alltaf CS. Tökum við CS? Já, við tökum alltaf CS. Já, ok. Allir leikirnir verða að spila. Allir leikirnir spila. En við vonum að þetta fari 1-1, þannig að það sé spennandi. Já, það er ekki, það verður skemmtilegra. Já, annars það sko. Já, svo náttúrulega þetta ætlum við að þekka þeir sem eru að styðja okkur hérna. Já, við erum með Pringles og MSIs, Elko, Ormsson og já, það ekki allt. Jú. Og við erum að fara í Mario Kart og fyrsta mappið í boði MSIs. Okay, Ég reynda man ekki nafnið á mappinu, það var eitthvað Sunny Showdown. Nei, það heitir eitthvað High Top Sunday eða eitthvað Sunday. Það fyrir ís. Okay. Já. Það svona... Og eins og ég skil það, þá svona 2 úr hverjum skóla að keppa, svona 4 í hverju mappi og þeir eru ekki setti saman í lið, þannig að ef maður ef einn í liðinu kannski fyrsta seti og hinn í 4., þá fær maður samtalsstig fyrir fyrsta og 4. seti í raun og veru. Já, það eru stig fyrir sæti sem lendir í og það eru 5 keppnir. Já. Okay. Þannig að 5 leikir og liðið sem endar með fleiri stig samtals tekur þá í raun og veru fyrsta leikinn eða Mario Kartið og komið 1 stig í umferðin eða hvernig sem maður lýsir sig. Já. Þannig að í bracketinu, Já, ok. Þannig já. Hvað? Sko, ég hef persónulega séð ekki spilað Mario Kart. Nei? Jú, ég að ljúga. Ég hef spilað, ég veit náttúrulega ekki hvaða útgáfu, það eins og sé bara nýr Mario Kart á hverju ári. Já, það ekki? Jú, þessi nýji Mario Kart World bara samt á Switch 2. Það þessi glænýji. Ég held að það sé mitt vandamáli, ég hef aldrei átt Switch. Nei. En ég spilaði samt alveg Mario í Nintendo 64 bara... Já, það síðasti Mario Kart sem ég spilaði. Það var geggjaði líka, sko. Vá, líka fjærstringin, svona 3 klóa fjærstringin, sko. En annars hef ég ekki, ég spila bara kannski svona 5 leiki, en ég myndi samt segja ég væri rosa góður í þessum 5 leikin sem ég hef spilað. Hafið þið spilað þetta race-dæmi? Ekki síðan í Nintendo 64. Okay. Ég hef ekki spilað Mario Kart síðan. Okay. Ég spilaði sko í Wii-tölvu í Fraklandi og spilaði þar alltaf Mario Kart og bara feelingurinn á að spila gamla góða, þú veist, á Wii, það svo skemmtilegt. Sko, þegar Wii kom fyrst út, þá var það bara eins og eitthvað geimverutækni. Já, það var rosalega. Það geti hreift fjærstringun og það sýndi á sjónvarpinu, sko, það var, ég var að fara stundum, það var sko KFMK, Kristnöld félag ungra manna, eitthvað námskeið á kvöldin og ég veit ekki, ég fór bara því þeir voru með Wii. Þannig að þeir náðu mér út af því, sko. Það var alltaf svo fyndið líka að setja alltaf sensorn eitthvað staðar, þú veist, það auðvitað að vera nákvæmlega hæð og ok, svona höfum að ofan sjónvarpinu, það svona, maður sjá lengdin, þú veist, það mátti aldrei vera of mikið niður af því að þá þurfti maður að fara niður með fjærstringuna. Það svo skemmtilegt. En munið þið eftir
útgáfuna undan sem héti eitthvað iToy Já, það var á PlayStation. PlayStation, Það var geggjað. það var geðveikt. Ég Það var bara myndavél Já, og hún var bara með sensor já. og maður var að berjast svæðið þegar maður var að spila fjagramanna, sko. Já. Og maður var að hlaupa og þurrka skjáinn og eitthvað. Það voru reyfingarnar á myndir. Svo Bara gömul vefmyndavél í 360p eða eitthvað sko, bara... Gæstu náttúrulega Þetta tengla var- sér svindlað og þurrka skjáinn og náttúrulega bara fóstu alveg í myndavél og bara svæpaði þessi í einu, sko. Það var, djöld svitnaði maður í því maður. Já, það var... Ok, mann Geggjað, ekki því. Fáum okkur sjá hver að keppa fyrir okkur í báðum liðunum í Mario Kart. Já, Nei, ok. það var náttúrulega gaman Allt í að sjá spilarann og þú hefur náttúrulega spilað á frís hérna, hvað, síðasta árið eða ekki? Jú, sko, ég var að spila fyrir FSU, ég kom með liðið FSU 2003, 2004 og 2005 en 2004 þá voru við einmitt frís meistarar, Já, ok. unnum það. Og hvað, er eitthvað velun fyrir það? Bikar, Ó, fengum bikar, svona stóran bikar, mjög þungur en ég var ekki að trúa, þetta var alveg stál og síðan bara svona kúla ofan og við bara, já, setti það þyngdin, þú veist, að halda á honum einum var alveg erfitt. er þessi byggar bara upp í hillu heima þegar? Nei, reyndar ekki, við þurftum hérna á skilunum. Nú er þetta svona farandsbyggar. Já. Það er mjög alltaf fyndi koncept einhvern veginn. Já. Henni byggar og svo bara eitthvað, eftir ári eitthvað. Herru, hérna, Við erum skilunum. að taka. Já, En þú veist, það ég var... myndi segast að það var týnt honum, sko. Þannig, sko, hvað byggar? Nei, en þú veist, það var mjög gaman, þú veist, stemmingin var æðisleg. Það var mjög gaman að safna í lið og fá, þú veist, vini, þú veist, maður fekk nýja vini. Já. Já. Þú veist, maður var að leita á svona liðum og svona, spila þú Rocket League, eða spila þú Fortnite, eða þú veist, spila þú Valorant. Þú veist, Já. það var, þegar ég var, þá var Valorant, CS og Rocket League og þá var ég bara, spila þú Valorant. Og þú veist, við vorum með 3 stelpur í Valorant og 2 strákar og einn af var bróðir minn og þú veist, þetta var, þú veist, þannig að við þurftum að kynnast fyrst og síðan, þú veist, Já. ok, viltu koma að spila, þú veist, fyrir liðið mitt í frís, þú veist, viltu ekki keppa í þessum leik. Já. Þannig að það var mjög gaman að, þú veist, kynnast fólki í gegnum frís. Já. Já, Og það síðan- keppast fólki saman. Þú kynnist einhverjum sem þú myndir annars ekki kynnast. Já, nákvæmlega. Það er einmitt. Svo fallið þið þetta. Já, líka bara gott að þetta séu einmitt marga tegundra leikjum að því að sumir eru kannski fastir bara í einhverjum einum leik og þið átt komið með eins og núna í kvöld 3 leikir, mismöndi. Já, og það má, hvað er ekki, mátt bara taka þátt í einum leik. Jú, Leikmaður má ekki keppa í fleiri en einum leik. Þannig að það verður að vera... Já, þannig að svona skólinn er að representa alla, eða þú veist, þú getur ekki verið bara einn gæja. Nei, þú getur ekki verið bara með besta gæðin til leikjum. Ef þú ert góður í einum leik, þá ertu oftast góður í einhverjum öðrum líka, Já, sko. það er ekki ólíklegt. Þannig að það er ekki leyfilegt nú, þú veist, það hefur aldrei verið leyfilegt og þú veist, það hefur gefið stundum af og til, þú veist, ef það er erfitt að manna í lið, þá stundum gefið svona, þú veist, free pass svona. Já. Ef það vantar einn í Valorant en það er fullið í öllu hinu, þá kannski svona, Já, það er með það sem við gerum, þú veist, við vorum með litla bróða minn í bæði Valorant og Counter-Strike, það er alltaf lagi. Þannig að það er gaman að því, og það er svo gaman líka að horfa á liðin, þú veist, skólana og sjá nýja spilara. Og síðan þessar gamlu sem voru líka að spila frís. Já, algjörlega. Þannig að það er svo gaman að sjá bara hversu margir eru að svona keppa fyrir skóla sin. Já, og þetta er oft sömu nöfnir líka ár eftir ár. En er ekki, þú þarft að vera í menntaskóla til þess að með að taka þátt? Jú. Ekki nema sérst bara viljandi að falla til að halda að taka þátt? Skráði í 1 fjarnámsáfanga í mörg ár. Já, er það nóg? Ég veit það ekki. Það hefur komið upp, held ég. Já, ok, ég hef vist í menntaskóla. Já, það hefur komið upp að það var einhver í fjarnámi og hann var að keppa fyrir skólan og þetta var einhver rosalegur. Já, ok. Þannig að þú veist, þetta er... Það geta alveg verið strategi að bara rekrúta fólk, bara herru, fyrir frís á næsta ári, þá ætlum við að skrá okkur inn í starffræði og íslensku, þannig að við getum keppt. Bara í, efst deildirnar hjá Rísi, bara herru, hver eru bestir í Rocket League hérna, hver eru Íslandsmeistari í Rocket League? Ef ég væri yngri en nefndin en einhvern skóla, svo ég væri bara að skáta fólk en hægri vinstri, sko. Þetta er bara... Bjóða þeim frían áfanga, ég meina. Já, bara án jokes. Nei, þú veist, ég hef líka bara, mér finnst eins og frís hefur gefið, þú veist, að minnsta kosti hvað ég sá, þú veist, frís gera
og gefa okkur tækifæri var að, þú veist, til dæmis eftir Freeze 2023 endaði, þá var aðili sem heyrði í mér til að vera í liði í Counter-Strike og síðan 2004 eða ennþá 23, ég man það ekki, þá heyrir annar aðili í þessum 2 stelpum sem var með mér í liði í Valorant og og gaf þeim, þú veist, það tækifæri að spila í sko besta stelpuliði sem var síðan til. Já. Það var bara besta liðið sem var hægt að finna á Íslandi. Besta stelpuliðið, það var gætt enginn unnið. Nei, já. Við kannski unnið 1 map en síðan komuðu bara aftur og þau voru bara alltaf, það er ok. Herru, við erum að fara beint í leik. Já. Mario Kart. Herru, nice, ok, let's go. Alright. Við erum með Princess Peach. Já. Þetta eru bara 3 hringir. Já, það eru 3 hringir. Ok. Nú sjáum við Gísla, fremstur. Og fram að þeim. Tók. Við vitum ekki hverjir eru saman eða það. Nei. Við fengum ekki nöfnin á leikmennum. Já. Gísli og greinilega ekki hann að fjólubláðgæðin því að hann var að reyna að skjóta Gísla, sko. Já. Ef mann sé bara eitthvað að trolla hann, meðan við liðið að reyna að hitta hann. Það er spurning. Þetta er heiður, sko. Þetta er bara skiptir máli að vinna þó þú sér saman í liði. Þá viltu samt vera gæðin sem er eftir. Já, það er ekki montaði hann. Já, það hlýtur að vera að skipta máli. Það kemur rauð skjaldbaka. Ok, ég heldur sem hún fatt þetta. Það er rauð skjaldbaka. Vá, neglur hann niður og... Þetta reyndar, rauð skjaldbaka í loftinu, það var ekki áður fyrr. Hún datt alltaf bara út. Já, var það ekki? Jú. Nú, ég heyrði, þetta er einbótt bara. Já, þetta er lokkar bara. Þetta er bara þannig að sko, rauða skjaldbakan, hún fer alltaf að næsta gæja. Já. Og græn skjaldbaka, hún fer bara einhvers staðar. Hún fer bara, já. Herri, hvað? Þetta er eitthvað... Þannig að ef maður er með græna, þá getur maður bara kastað því og það bara bánsar bara eins oft þangað til að hann dettur út af. Þá hann bara skýst út af. Veitu, akkur að þeirra keira bara út af andast þeir neitt að gerast? Hvað? Er fólk bara eitthvað að horfa á sjónvarp eða spila á saman tíma? Ég skil ekki alveg hvað er að gerast. Það er engin lokt inn. Nei. Fyrsta map, fyrsta keppni, kannski svona eitthvað uppbytun. Já. En þetta map er einmitt í boði FSÍs. Nú, ok. Þannig með eldingu. Til síðasti hringurinn. Bláa skél, kastar henni strax. Og mér sýnist... Sjáum þá bláu skilna, við sjáum á mappinu. Já. Það er alveg hann fremst og spring. Nær Valuigi og bam. Og fram úr honum. Nei, hann er heldur með það gott forskot. Já. En þarna með eldinguna, hann minnkaði þetta. Þegar hann sappaði, þá voru allir búkstafli. Já. Og síðan með drauginn, þá getur hann stólið frá öðrum svona ability. Já. Já, þetta er búið. Þetta er búið, 3 hringir. 3 hringir. Bowser, Valuigi, Princess Peach og svo mann ég ekki hvað. Þetta sjáum við nöfnin. Já, Gísli í fyrsta. Ég held þetta sé Gísli og Jökull og... Já, af því þeir heita væntanlega sama hinnir. Já. Þeir hafa verið að berjast það hver á að heita. Bara ég heiti það. Já, þetta var alveg spennandi. Það var smá svona, þú veist, hann hitti bláu skilina. Já. Hann var ekki nógu mikið, sko. Nei. Það var óstátt hann hitt hann, sko. Aðeins og seint. Nákvæmlega. Seint og síðan voru sumir að keyra bara út af. Ég er að halda alveg aftur að fara að segja ekki hluti, sko. Nei, þetta er ísinn. Þetta er langt að vera svo hálf. Já. Það er eitthvað skrítið í gangi, sko. Nei, en vitum við hvað map 2 er? Er þetta svona winner að loser picks dæmi? Með möppin? Það getur því meðra ekki. Eða brautirnar eða... Já, það væri... Sko, hvernig þetta var þetta í, þú veist, gömlu, þú veist, í Mario Kart á Switch 1 og síðan á Wii, þá er þetta bara, þú veist, þú velur eitt borð og þar eru bara nokkur, þú veist, þar eru nokkur borð inn í, þú veist, einu svona grúppu. Velur eitt svona, einn heim. Já, nákvæmlega. Það eru heim og þar eru grúpp, þú veist, þar eru möpp. Það eru með, þú veist, 4 eða eitthvað, 4 möpp. Já. Og keppir, þú veist, þú keppir í öllum. Ég veit ekki hvernig Mario Kart World er með þetta. Ég hef ekki spilað. Nei. En
Vitum við það eitthvað í stúdíónu? Allan að augljóst að Gísli hélt bara fyrsta setinu bara frá byrjun. Sáum hann að það var ekkert verið að ógna honum mikið. Nei, alls ekki. Hann var alveg með, eins og sá forskotið eftir að bláaskélin kom, hann var alveg með þetta bara í teskið. Hann er strax komið bara næsta, því að hann byrjar oftast eða ekki, eða hvað? Nei, þetta er sömu röð og þetta endaði, heyrðu. Þannig að byrjar, þannig erum við að tala saman. Jökull byrjar í 3. og Þannig erum við að tala saman. Mér fannst vanta slæti því maður fær búst þegar maður slætar. Já, slætar í vitlaus átt. Gleymið að slæta hana fyrir gras og hægir á honum. Það er líka pressa á Bleika að við erum bara að horfa á hann. Já. Sem að allt sem hún gerir vitlaust, sko. Þarna sveppirnir. Annars þetta það er svona start að vera með þeim með þessa sveppi og síðan, þú veist, eftir að fara í, þú veist, þú ert að, hvað heitir það, að drifta í hopnin. Bústar þegar þú ert að drifta. Þá ertu með auka búst, með bústi. Já. Og svo náttúrulega eins og núna, hann getur skotið sveppnum og tekið annað power. Já. Þá værir með 2, sko, að þú getur bara með 2. Það stundum við maður kannski skipta, kastar út bara, refreshar og fætt 2 ný. Fjöðurinn, sko, já, það er, þú veist, fjöðurinn bara hopp. Segjum að þú ferð, þú veist, í grasið, þá getur þú nota fjöðurinn, þá ertu fljótari að fara af því bara. Já. Eða einhver myndi kasta rauðri skél, hoppa yfir hana. Já. Ánægði með risalum og Það er skemmtilegra mappin hitt, eða svona. Já. Það eru fleiri beygjur allavega, þetta er ekki naskahringur eins og það. Þrjá svona. Það er meira að gera. Það er stór. Það er bara riðið allt. Það er Gíslirinn. Þetta er eitthvað gamalt. Einasti hringurinn. Gísli sem er að Nei, heyrðu, tók, klikka. Þannig Jökull. Já, hann hægist ekkert á hann þegar hann var svona stór. Já, við sjáum bara Gísla, hann er bara lengst fyrir framan, sko. Það er bara ekkert að stoppa. Hann er greinilega unni heimaðinu sína. Og ef að Jökullinn er öðru seti, þá er það virkilega sterkt fyrir skólan sem að þeir eru að kemja til. Eða í þeim töluðu orðum, commentator first. Það er fer samt eitthvað framhjá. Já. Er öðru núna. Það er rosalega jafnt þarna fyrir utan Gísla. Já, það er það. Allir í einum hnapp. Og tekur annars þetta. Hvor skólinn er það? Með 6 peningar líka, sko. Minnir að peningarnir gefa þig líka auka. Já, þú keyrir hraðar ef þú ert með fleiri peningar. Já. Það var allavega þannig í leiknum á undan þessum. Já. Fleiri peningar keyrir hraðar. Okay. Þess vegna missur þú peningar þegar þú dettur út af eða fær skel eða eitthvað svoleiðis í þig. Okay. Já. Það getur skipt máli. Já, reyndar. Og við sáum einmitt Gísli er búinn að vinna 2 núna. Hann er þá með 20 stig. Hann fekk 10 í fyrsta og 10 núna. Þannig að hann ætti að vera með samtals 20. Já, og Jökull var í öðru og þriðja. Þannig að minna hvað þriðja fekk. Ég veit að það er 5 stig fyrir annarsæti. Er það þá ekki 2 eða 3 stig? Já, getur verið. Manna ekki náttúrulega. Nei. Svo getur verið að sé eitthvað sér kerfi hérna í frís. Já. Að sé eitthvað ákveðið. Það er annars að sjá kortin. Já, eða ekki. Fengum. Það heyrðu, misti við minn. Bara, Gísli verðist vera bara, er þetta ekki bara eiginlega komið hjá þeim eða? Þetta eru 5 keppnir, þetta eru bara 2 búnar. Já, það er nóg eftir. Ég er að segja ef þetta væri hestar sem ég ætti að setja pening á, þá var ég að velja Gísla, sko. Já, reyndar. Já, ef að Jökullinn er einhverjum öðrum sætum, þá er þetta svolítið auðvelt, bara ef þeir eru saman. Já, en síðan auðvitað í kvöld, ef segjum að FG vinnur, þá eru að fara að sjá þau fara að spila móti Tækno í undan, eða ME, hver veit? Eða ME, bara þá 2 leikir eftir. Já. Og síðan næstu leikir af Mario Kart. Tækno hefur verið svolítið svona dominating, þessir efsta liðið í frís. Já, eru þeir ekki þrefaldir meistarar? Jú, þeir eru þrefaldir meistarar. Unnu hérna fyrstu 2 árin og síðan unnu þeir 2005 aftur. Einhverju var Rólings þar. Það eru þannig? Já, það eru Gísli ekki fyrsta. Eins og þeir. Hann driftar
Gísli er að drifta gegnum hann. Það er slætaði liðið. Hann er strax kominn núna. Já, hvað? Jökull. Þeir þurfa að skjóta honum þannig að ná ekki fórskotinu. Það voru ekki leif honum að ná að byggja þetta. Hann er að fara einhverja styrklega þarna upp. Hann er að fara upp. Hann er að smörfa. Já. Þessi hefur... Jafnvel að hakka. Hann er búin að læra þetta. Herru, þetta er náttúrulega bara svinn. Þetta er gæi sem er búinn að vera að grænda leikinn. Gefa honum smá próf. Hann er búinn að vera í YouTube að hvernig er styrta leiðin í öllum möppanum. Hann er búinn að leggja inn tíman þessi. Já. Kemur fyrsta, kemur önnur, síðan þriðja. Vel gert hjá Bleika að stöðva þennan bara hvernig ber maður þetta fram. Tótó-tig. Ég ætla ekki að segja hvað er rétt eða rangt. Nei. Tótó-tig. Nei, þeir eru svolítið að hleypa. Jökull þarf aðeins að hafa hraðan á. Ekki hleypaði mjög burti. Hérna með Gísli er samt ekkert alltaf að fyrir fram að það núna. Bara rétt svo. Það er hurtur á greitum skjöldinu. Þetta er alveg... Þetta er langt mark. Já, þetta er bara bein lína. Já, þetta er bara bein lína. Sem þeir gera á þrisvar eða... Nei, það eru bara Já, þetta er bara tjekk. Þetta er óhugavert. Það er hún bara viljandi fór í sprengjuna. Kannski rugglaðist að þetta væri eitthvað gott. En núna sjáum við að Gísli er enn aftur með góða fórstu. Fína fórstu. En það getur skipt máli núna ef að Jökull er í fjórðasetti, þá getur strax að það er einhver stig á þá. Það er enda rétt. Núna er það kannski allt... Nei, heyrðu, hann nærði báð. Hann er í öðru. Þetta var geðveik. Eru þeir að... Heyrðu, það var hitt að... Hann er markið. Nei, missir þetta en á loka sprettinu. Spurning hvernig Gísla líst á það. Fjórðaðinn. Æ. En ég held að þetta sé FG. Já. Gísli og Jökull eru FG. Það er þannig 15 stig, maður fær 5 stig fyrir sigur. Já. Herru, máttu ekki sjá þetta aðeins? Við hefum getað lagt saman stiginn, hvað var hinn með? 15 og svo... Var hann ekki með 5? Er þeir þá með 20? Hann var með 7 og eitthvað í miðunni. Ok. Og var ekki 7 og 6 í miðunni? Já, þannig að þeir... Það er svolítið lítið. Það er 13 og svo voru hinn með 20-13. Já. Fyrir FG þá. Já. Eftir 3 ár. Sko, ef þeir ná... Þetta er ekki búið, sko. Nei, alls ekki. Þeir þurfa bara að ná að kasta í Gísla strax. Áður en hann fyrir einhverju svona einhverju aðra styttri leið, sko. Það er það, sko. En við síðast þeim, þú veist, Gísli, hann er held ég búinn að spila leik alveg mikið, sko. Þú getur séð, sko. Hann er með þetta tattúað á lærið eða eitthvað, sko. Hann er þar, sko. Þú veist, hann veit hvaða leiðir hann er að fara, sko. Já, hann veit hvernig næsti Mario-leikur er gefin út og... Já. Þessar styttirliði borgar sig greinlega, hann bara algjörlega bara smókar þá. Hann er búinn að læka Mario á Facebook. Það voru með talandi um Mario. Fóruð á Mario-dagan í Next Level Gaming? Nei, ég gerði það hendur. Ég sá það samt. Já. Það var með. Það var mjög óhugavert. Það voru margir sem mættu á staðinn. Já. Þú veist, ekki bara til að spæra Mario heldur. Það var alveg samfélag þarna, sko. Það er að vera stórt. Bæði í... Var ekki líka fullt af cosplay og þetta var... Jú. Leit rosalega vel út. Adam að halda þetta? Jú. Það var Adam sem var með. Kóngurinn. Hann er kóngur. Adam. Hann er kóngur. Hann er búinn að vera með þetta núna árlega, þegar ekki, í einhver ár og þetta er alltaf að stækka og bara stemmar henn annað í Next Level Gaming geggjaður. Það er það, sko. Og það var alltaf svo skemmtilegt að sjá hversu mikið af fólki er, þú veist, bæði ungt fólk og síðan, þú veist, gamalt fólk. Eldra fólk sem er að koma, þú veist, ennþá bara að upplifa, þú veist, gömlu leikina sína sem spiluðu þegar þeir voru litlir, sko. Og síðan eru krakkarnir þeirra að upplifa það saman. Já. Herru, við erum komin. Það þarf kannski að bæta við með Nintendo 64 og svona gömlu leikjartölvunum á svona staði, sko. Það var... Eru leikirnir ekki komnir í vélarnar? Það er ekki eins. Nei, það er ekki það sama. Jú, vissulega, en ef þú ert með ekki alveg fjestringuna allavega. Já. Þarf gömlu fjestring. Hún er... Já. Ég tek undir það. Það var eitthvað komin snestúla í svona minni en svona, þú veist, digital form. Það voru ykkur 500 leikir innan þeim. Já. Snestleikir. Sko, PlayStation 2 en var það ekki handheld?
Nei, það var alveg með svona leikjartölu. gömlu góðu fjastringar. Já. Með sniðs fjastringar. Já, ok. Svo gaman að sjá það. En maður spila bara gömlu. Ef við talum hvað margir PlayStation 2 leikir Já. Það var ekki leikiheimurum var ekki píka þá. Það var bara endalaust og góður. Já. PlayStation 2 er bara besta tölu sem hefur gerst, sko. Já, ennþá mína og virk. Ég átti þetta líka PlayStation. Já, ég var svona 5 ára og ég var að borða ís og þetta geimar von á tölvu. Svo fór ég smástund í burtu og svo allt bara byrju, hvað er ís? Nei, það var búin að bráðna ónýtt tölvuna, hún ónýtt. Ég fatt ekki neitt, herr, pinnin hérna en ísin ekki. Það var ekkert logic þarna. Það var alveg, sko. Með túkusjónvarpið og eitthvað, þetta var geggjað. Já, mikið stemming. Þarna, ef Jökull hefði farið í sveppinn, hefði fengið boostið, stelið boostið af Tototik. Sko, ef þetta heldur svona áfram að Tototik bræðirnir ná öðru og þriðja, þá gæti þetta verið tæft, held ég, sko. Það gæti saksað eitthvað á það. Spurning hvað Jökull getur gert í þessu. Þú veist, það bara í öðrum heimi. Tototik bara... Þetta nú ekki langt eftir, þeir eru á síðasta hringnum. Já. Endalaust bústana og eru spamma hana. Jú! Tototik líka. Hann eitthvað að slæta hérna á reilinu. Býttu nú við eitthvað sem spissist þarna. Búið að skipta fjastringar. Hann slætar hana tvís. Nær ekki. Nei, þriðasætinu. Það komið rigning? Veistu, það geggja hvernig... Ok, gæðin á Mario Kart World, sko. Hann er skemmtilegri, sko. Nei! Þegar við sjá stigatöfnuna. Já, þarna. Herðu, ok, 27-17. Þetta er... Já, það er 10 stiga munur. Þetta er eiginlega búið, sko. Já, það er erfitt að vinna það, sko. Líka bara af því að Gísli er öllum líkindum að fara að taka næstu keppni. Gísli er að orra fram. Já, hann er komið svo hátt upp, sko. Það er enginn að fara að taka fram úr hún, sko. Það er bara lengst fram úr, sko. En rosalegt að það er góður endarsprettir hjá hann að Bleika. Hvað heit hann aftur? Jökull. Já, Baby Peach. Baby Princess Peach. Jú, það var það hitti hann bæði reylingi. Já. Það var þetta úkslega cool. Það var svona eins og Tony Hawk, skateleikurinn. Já. Vá, ágæðleikur. Þannig að skemmtilegt að sjá hvernig Mario Kart er bara svona Mario Kart World er svona allt öðruvísi heldur en hinleikurinn, sko. Já. Heldur en á Switch 1, sko. Það er svo... Alltaf verið að bæta einhverju nýju og... Já, svona nýri tækni og svona nýjum brögðum til að spila leikinn öðruvísi, svona, þú veist. Þetta er eins og þegar þetta er ekki sama, þú veist, eins og í Overwatch og í Valorant, þú veist, það er ekki með nýju karakterar og þá þarf maður að spila þetta öðruvísi. Algjörlega, ég stokka öllu upp. Nákvæmlega. Bæta örugglega við einhverjum svona fleiri power-ups og eitthvað svo leiðis. Já. Það er með sama í CS þegar það er að vera að breyta möppum, það er ógeðslega pirrandi, þú veist. Breyta einhverju, þú veist, breyta einu glugga og setja hann annar staðar og maður bara svona bruh. Þú veist, það sett hann svo óþægilegan stað og ég bara gæs. Búið að spila þetta í 100 ár og svo allt í einu bara núna ætlum við að breyta þetta. Þannig að þá þarf maður bara, ok, við þurfum að hugsa þetta allt öðruvísi, hvernig eigum við að vinna þetta? Það er bara öðruvísi stratt og maður þarf að hugsa, það er gaman að því. Það er næst, það er ekki síðasti leikurinn í Mario Kart. Það er aftur svona löng braut. Þeir eru strax fyrir að Gísla hana fremst. Jökull. Þetta pressa, já, heyrðu. Herru, Gísli er líka bara... Gísli er bara kominn. Hann tekur bara tímlið bara yfir. Sýnst ekki vera að virka. Herru, Tototik bræðirnir eru í fyrsta og öðru. Já. Það power up næran að fá. Það bústið skeljarnar. Hittir hans. Kannski þessi er bara spurning. Hversu lengi mun þessar græn skjaldbökur skoppa? Það hittir næstu. Það er alveg pirrandi, sko. Þessar græn skjaldbökur er bara versti óvinnum hans. Af því að, þú veist, þú getur hitt sjálfa þig. Já, þetta er svo random. Bíddu. Já.
Herru, Það það er Gísli. Það stela það. Hann fær rauða skjaldböku, heyrðu. Hann getur ekki notað þess að því að Gísli, hann þarf að byrja á Herru, hann tók fram úr einum hann. fram til Gísla, já, kastar hann strax. Það er ekki nóg. Hvað er Gísli? Hann er Gísli. Nei, Býtu, heyrðu. Hvað? Það er eitthvað Með eitthvað? netónum. Það er að flakka á milli. Gísli er sátt. Heyrðu, Hvað gerir bláa? Fyrir í fremsta. já. Það getur verið vondur hlutur af því að Ó, var það Gísli? segjum að Gísli sé fremstur, þá getur þú getur eðalagt fyrir vinniðinu, sko. Og fyrir liðsfélaginu. Hvað er Gísli? Er hann ekki annað? Það er, jú, hann er fremstur. Já. Það var eitthvað netóndum á hann á. Hann er rétt svo fremstu samt. Já. Þetta er miklu nær heldur en það hefur verið. Já. Það er Og lítið á seist mögulega fyrir enni. Új, og gullskilinn. Hvað gerir það? Peningar. Ó, það er bara peningar. Húttið. Hann er að maxa 16. 16 gullina. Nei. Síðan springur. Já, þetta er með sama og hittmappi. Það er svona í nokkur stageum bara. Já. Gullskjálfari, já. Já, ok, þannig að gullskjálfari er bara gull. Og ef einhver er fyrir henni þá getur það spennari. Það er rauður. Lítið svona með sér mikið sem að hann er fyrir frávar. Já. Hann dragur til að verjast. Nei. Heyrðu, ói, er hann að koma eftir lokametrunum? Hann er með sveppinn. Nei. Það strauja hann. Þannig að minkar hann. Nei, Ekki lengi. strax á því. Það var rosalega stutt ending. Já. Ok, hann nær. Það er að Hann nær. hliðin á honum bókstaflega. Var þetta ekki annars Hann nær. þig? Nær aðri. Þetta var góður lokaspölda hjá Ugurlegi. Báði tóðutek. Já. Já. Takk þetta 35-20. Já. Er ekki eðla návægt. 20. Nei. Jú, 35-20. Já. Örgur sigur hjá Gíslafélagum. Var það hvað? Gísli í rauninni hefði getað spilað þetta einn. Hann var með 25 stig. Og Já. þeir voru með 20. Já. Þetta var alveg... Það verður atvind bara. Hvað skóli var Gísli í? Ég held að það sé FG. FG? Af því að hann er að spila hérna inni, hann Jökull. Og ég held að það sé FG. Já. Herðu. Já, við vorum að fá... Ok. Já. Herðu, þar sem við vorum að spila Mario Kart og fyrsta mappið var í búði MSIs. Þá erum við með ís frá þeim. Það er ekkert annað en Minecraft ís frá MSIs. Viljum við eiga smakið? Já. Endilega. Þetta lítur eitthvað Ég er mjög spennandi til, út. sko. Ekki ef ég sé þetta á þér. Nei. Nei, alls ekki. Grænt fílingur, ætli þetta sé eins og hölk ísinn. Verður bara allt grænt inn í manni þarna. Þetta er alveg rosalegt að sjá það. Það er bara... Herru, wow. Hérna ertu með Steve og hérna með Alex. Þetta er eitthvað... Herru, já. Já, sætt. Hann er markskiptur. Býtu, what the? Þetta er ekki eitthvað lind eitthvað, sýnist mér. Hann er búin að standa í smá stund. Hvað eru að testa þessu saman tíma það? Hvernig er þetta? Þetta er Græni bara mjög góður, fínt. sko. Já. Þetta eru svona layers. Já. Maður sé box. Þetta er spennandi, sko. Svel. Já, efsta er vanilla, brúna er kóka. Kóka, já. Kóka. Kókó. Kókó, já. Kakó. Og hvíta er vanilla og svo blue crispies. Og það segir dig in. Já. Já. Þetta er endar áhugavert. Þetta er... Við höfum þetta hérna. Það er ég alltaf að setja easy. Ég er að setja í líka. Ég er búin að vera full í þessu. Græni er allan mjög góður. Já, græni er eiginlega bara bestur. Græni. Vá hvað ekki mikið breyting á bragði. Þetta er bara ekkert eins. What? Og súkur það bara. Þetta er alveg, þetta er eitthvað, en maður er mikið að upplega þetta. Við erum að grafa þetta diamond hérna, sko. Demon. Já. Þetta er þannig. Já. Já. Grasið, moldin og demantanir. Demantar. Þetta er geggjað.
Mér fannst græni betri en brúni, sko. Já, ég er sammála. En ég fíla samt pælingunum að sé að fara layers. Akkur voru ekki með fleiri? Já. Bara grænt, brúnt. Cobblestone. Já. Redstone og allt bara, já. Það var diamond neðst, bara eitthvað svona nammi dæmi, sko. Súkkulaði er góður, sko. Ég fíla súkkulaði. Það kannski spilar inn í að ég er ekkert alltaf súkkulaði í ísinn, sko. Ég er meiri vanlum að refli, einmitt í ís. Ég fæ mér oftast bara bleikan í, sko. Ég er þar. Bara jarðabæra. Jarðarberja. Síðan líka sítrúnin, hann er góður. Það er svo mikið bragð í sítrúnin, sko, að það fer eftir samt. Svo ég held að kjörís, þeir eru með svo mildan sítrúni. Senst þegar ég fekk mér. Ok, ég er on the last layer. Það er eins og græni nema bara með svona... Herru, við vorum bara að fá í eyrun okkar að prodúserinn að prúfa þennan ís. Ég segi alveg, sko... Ég finn ekkert bragð af þessu hvíta. Er það bara ég, eða? Það er bara vanlu. Já, þú veist bara þessi... Demantarnir, sko, það er... Það er bragð þeim? Já. Það var lítið eitthvað svona. En þeir eru til í Krónunni og eru að koma í alla búðir. Þannig að ef einhver vill skella sér á þetta. Skemmtilegt ís. Þetta er skemmtilegt. Sjá bara... Þetta er ákveðið flex líka. Já. Þú veist, ef ég kemur með þetta bara eitthvað... Ég meina, ef þú ert lítinn bróðir sem spila Minecraft, þá vinnur einu rosalega mörg stórabróðstig eða stórasystur með því að koma með svona ís heim. Þetta er alveg... Þetta er geggjað. Sko, það sem þetta er upplifun. Já. Þetta er ákveðið ferðalagi gegnum ísinn. Og allar myndir eru þannig að þú fílar hann ekki alla, sko. Það er eitthvað sem pirrar þig, en svo endar það... Við hverja einustu sögu. Já. Þetta er eins og saga. Þannig að þetta er eitthvað rollercoaster. Já. Þetta er svona... Þetta er eins og, þú veist, engin heimur er eins í Minecraft. Þú veist, þú getur búið til, þú veist, skemmtilegan heim sem þú ætlar að byggja óslega mikið, heim sem þú ert bara með redstone build, heim sem þú ert með viniðinum, þú veist. Það er svo sagðir, saga. Það er saga í þessu, sko. Það er mega það. Það er spennandi. Það er spennandi. Já. Þetta er öðruvísi. Maður er vanur að vera bara með eitt ákveðið bragð í öllum ísnum, einhvern veginn. Eða svona flestir, kannski, ísar. Já. Nema það er svona vassi. Já, það er með leir. Já, svona klaki eða svona. Já. En í svona, þú veist, ég held að var ekki kjörís eitthvað tíma með svona út með inni, eða MSIs var með svona hjúpað líka. Já. Og svona aðeins, og þú veist, þetta er MSI sem er góðan, sko. Ég er bara svangur núna. Það er kannski góður svona starter. Já. Til að fá svona góða matalist, sko. Koma kerfin í gang. Já. Það er svona, herðu, hvað er að gerast? En Mario Kart er búið og þá er hvað, Rocket League næst? Já. En áður við förum í það, ætlum við að henda okkur fyrst í auglýsingar og við komum bara rétt skamstundis, ekki stór? Já. Jú. Það held ég. Eru komið niður? Eru off? Nei. Það er afsakið það. Ég held að við erum alveg off. En... Ok. Þegar 2 af ástsælustu vörumerkjum þjóðarinnar taka höndum saman verður til bragð upplifun sem enginn getur staðist. Sirius ísblóm með salt karamellu kurli. Blanda sem þú verður að prófa.
Jæja, við erum velkomin aftur í Frís og við vorum einmitt að klára Mario Kart og við sáum FG taka þann sigur og það var frekar, það var bara spennandi, það var svona, þú veist, það var alveg jafn leikur, það er svona Fyrir utan Gísla. Já, fyrir utan Gísla. Þannig að hjá hinum tveim, þetta var mjög jafn leikur. Já, Þannig það var gaman að fylgjast með þessu. En núna er að fara að henda okkur í Rocket League og ég er hérna með listan yfir hverjir að spila fyrir hvaða lið og maður sjá. Í ME þar eru með Proskar 67 myndi ég, það sé ekki þetta. Barti Svarti, Tototic og er þetta sami og sem var að spila? Það er spurninga því þér hétu líka báðir Tototic Já. áðan hvort þetta sé eitthvað hvort þetta sé eitthvað aðgangur hjá ME eitthvað skóla. Gæti verið eitthvað þannig. Já, reyndar. En hjá FG erum við með Íspinni, G. Sveinbjörns og Andri Páll. Það er sem sagt verið að spila í 3-3. Já. Jú, ok. Þá farið í Rocket League 3-3 Og þetta er einmitt leikur sem að FG valdi á því að þeir voru hærra sít. Já. Það var rétt, það er ekki að FG eru búin að vinna alla Rocket League. Nei, ekki alla. Nei, ME unnu ekki einn einasta Rocket League nema fengu eitt forfeit í undankeppninni. Já. Þannig að það er hluti af ástæðinu fyrir því að FG völdu Rocket League. Já, þannig að það verður spennt að sjá hvort ME mun sýna sig og segja við erum betri í Rocket League og taka á. Hvað er verið að spila marga leiki? Er þetta ekki best of 3 ef með skellast ekki? Jú, það var þannig. Jú, 3 leikir. Það var þannig, þú veist, það hefur alltaf verið þannig. Og það skiptir einhver markatalan, það er bara að vinna 2 leiki af 3. Já. Þannig að okay. það er alltaf spennandi. Það er hvernig úrslitin voru sko 2004. Vá, það er bara alltaf bestu úrslit sem ég veit að sé. Töpum fyrsta leik, vinnum við annan og síðan þriðja skorum við einu fleiri marki og bara, fagnaðarleitin, oh my god. Þetta er bara, Frís er bara, þú veist, þetta er bara svo mikið, þetta er svo stórt samfélag bara, þú veist, þegar liðin koma saman og þú veist, síðan eru áhörundur að horfa á mann. Já, það er gaman. Mamma, pappi, þú veist, það er kennarar, það eru, þú veist, aðri spilarar, þú veist, vinkona, vinur, kærasti. Amma og afi. Amma og afi. Þess vegna. Lilbró, þú veist. Bara, nágranni. Bara, hví ekki, sko. Þetta er bara svo gaman. Og síðan eru allir að, þú veist, allir að peppa hvern annan og allir bara, já, og síðan gerist eitthvað, Þannig að, þú veist, það er allir í skólanum klappar á bakið eða þú vannst þú mætir skólan á morgun sko, þú nettist þig gæðin í skólanum sko. Jafnvel að gefa einarðartun hægri vinstri sko. Fólk í hendinni, alltaf high five sko. Þetta er bara, þetta er svo gaman og síðan bara, þú veist, minnir sko að það var kennarar sem voru með okkur og þeir bara postuðu þessu á Facebook og voru bara eitthvað ógeðslega stoltir af nemendum FSU hérna, þú veist, unnu og við vorum bara eitthvað, já, ok, þetta voru við löpum í skóla bara næsta dag Það er enda mjög fyndið, sko Það er svo gott, sko það er gaman að því, þetta er skemmtilegt þetta er skemmtilegt fyrir skólana og einmitt, þú veist, mér kannast ekkert við þessi nöfn sem er að keppa núna í Rocket League, ég hef ekki séð á þeir Nei Gaman að sjá einmitt, þú veist, ný nöfn þar að segja og verður gaman að sjá hvað nöfn verður í CS og það líka sko. Ég er mjög spenntur að fara að horfa á Rocket League ég er nú spila Rocket League slatta sjálfur var mér þess að ef að fólk veit heima einhvern tímann í Champ 1 held ég ok og þú veist ég segist alltaf geta tekið alla sem er að keppa og ég ætla bara að standa við það ég veit nú hvað eru góðir en ég því mér ekki í framhaldsskóla en kannski skrá mér einn áfanga til að geta komið á næsta ári en við erum bara mættir komið með það ok, þetta er best af 3, við sjáum það strax já og við fáum ekkert hljóð við erum ekki með hljóð boltinn er eitthvað öðru sem vanlega já, er ekki sponsor jú, hann er með sponsor það það eru með Toyota Toyota-logoð já Þetta er fyrsta markið bara komið Þetta er FG FG Þannig kemur FG með
með fyrsta markið. Áhugavert að hafa Hvar eru kortið allir þarna niðri. Já, það vant. Já, Já. ok, Já. það er pása á þessu. Ekki máli. Við þurfum að setja pásu. Jú. En Örugglega Gísla að kenna. Bara að segja, kenna einhverjum sko. það er gaman þegar að sjá, þú veist, og við erum að notast við, þú veist, við sjáum boostið þeirra, við sjáum hvar þeir eru á mappinu. Já. Er þetta ekki, fyrir mér er þetta eins og mikið upplýsingum. Já. Þarf að hafa þetta mínimap að það neðst niður. Mætti sleppa á mínumappinu, sko. Já. Líka þannig sé boostið sko. Já. Það er vinstra og hægra megin líka sko. Já, það er það. Við þurfum bara að sjá sko. En það er sem overleið gefur, sko. Þú getur síðan, en annars er þetta alveg flott, sko. Já, þetta er cool. Þannig ég efast að sé einhver bara að fylgjast með niður í hægra megin hvað er að gerast sko. Á bílunum. Það er samt alveg gaman að sjá hérna, því að já, ok, þetta er, já. Já, þetta verður komið í lag eftir leik 1. Þetta er eitthvað aðeins að högta og gæðin ekki eins góð og við viljum. En bara, þú þarfst ekki að vera að refresha hérna á Twitch og tjekka hvort það sé þitt vandamál. Eftir leik 1 þá verður þetta komið. Við erum bara smá. Þeir eru að redda þessu. Sko, mér sýnist bláu gæðinir ekki vera bara, Svolítið með þetta. já, þú veist, þeir eru að senda á hvern annan í loftinu, sko. Sem að við erum ekki ennþá búin að sjá, eða hvað, er fyrsta markið að ME að koma þarna? Nei. Í saman tíma er líka ógeðslega þægilegt að horfa á þetta á mínumap og þú getur séð rotationi. Þú getur séð hvenar þeir eiga að rotata og við getum sagt út frá því, þú veist, þessu núna, við erum með einn hjá FG sem er hérna fyrir aftan. Hvað, enginn í marki. FG, hver vann fyrsta leikinn? FG. Það var FG. Þannig að ef þeir vinna núna Rocket League þá er þetta bara búið fyrir ME. Já. En við fáum samt að sjá. Fáum CS. Já. Það er alltaf gaman að sjá. Greinilega eitthvað þema að vera þessi bíl. Það er nú mismunandi. Ég er ekki mismunandi hvað það er. Sko, sumi bílar eru lærri og... Já, Já, sumir eru betri en aðrir. Já, betri er kannski ekki... Já, þú veist, jú, örgulega. En þeir gera bara mismunandi, einhvern veginn. Við sjáum við sjáum Fenneckin svona 99% af tímanum. Það er bara svona bíl sem ógeðslega margir nota. Bara bæði í, þú veist, íslensku senu og úti, sko. Þú veist, þessi bíl, þetta er Fennec. Og hérna, einn af dýrustu bílunum í leiknum líka. Þannig þetta er líka flex, ægan. Ég man ekki hvað, ég var ekki þessar típur, sko, þegar ég var að spila. En ég var ekki samt byrjunarbílinn, sko. Nei, þú ert ekki Octane. Nei. Það er líka góð bíl, það er svona... Ég er með geggjaðan bíl, sko. Ok. Já, sko. En það sem ég finnst eiginlega best er þegar að gæinn er með kattarbústið, ef það hefur heyrt það. Þegar kötturinn er að mjálma. Vel. Það er svo gott, sko. Síðan eru sumir með svona skemmtileg svona marksprengjur eins og We're gonna give you a... eitthvað, þú veist. Það er örugglega pirrandi að vera á móti þannig spilar að fá þannig mark á sig, sko. Það er líka til svona svo flott svona sprengjur með, þú veist, svona 3D sprengjurnar sem, þú veist, allt mappi breytist. Já. Bara, það verður bara, þú veist, það verður bara röggen. Það er bara jásamt. Sko, ég er með boost sem að spila svona eins og sé verið að hlusta á einhvern gett svona bassatónlist inn í bílinn, það bara sem er svona, mér finnst það skemmtilegt, sko. En það er samt mjög fyndið hvað svona hljóðið hefur einhvern veginn áhrif á mann. Já. Hvað maður hlustar á að sprengja sig áfram. Það er líka svo fyndið að þú getur breytt hljóðið á, þú veist, bílnum. Já. Þótt þú sért, þú veist, segjum þú sért Octane, þá getur þú haft hljóðið á Fennec bíl. Já. Þú veist. Sko, ég væri geðveikt til að sjá einhvern í Rocket League vera ísbílinn, sko. Já. Það væri eitthvað. Oh my god. En þetta lítur Staðan eru með bjölluna ekki vel út fyrir með. Nei. Þetta er svolítið með. Já, það er rétt. FG Það er verið að leika sér að þeim, sko. FG eru bara í loftinu og ME snertir það ekki. Þú veist, við erum að sjá hérna air dribble og double touch, sko. Það er ekkert grín að ná þessu double touchi. Ég get ekki sagt að ég sé búinn að ná því, sko. En það þarf kannski ekki alltaf, en það er gott að kunna. Já.
Það er það. Hérna sjáum við, þú veist, þarna erum við með einn alltaf á miðjunni og það er rotation gæinn. Þetta er svo sterkt, sko. Núna eru, þú veist, þú sjáðu ME, eru bara svona pakkaði saman. Þarna er einn eftir, það er rotation gæinn, síðan er call að rotate og þá bakkar einn. Þetta er svo skemmtilegt. Já, þetta er svona einhvers svona þríhyrningur sem að fólk fer í svona hring. Já. Þannig að sé alltaf einn í ákveðnum punkt á þríhyrningum. Það er svona, já, það er alltaf einn sem er svona í miðjunni. Það er alltaf þannig. Það er bara svona, ef við erum að spila 3-3, það er alltaf einn sem er svona á miðjunni að, þú veist, róma og síðan segir kannski einn rotate, þá dettur einn aftur á bak og síðan hinn kemur inn. Þú veist, þetta er mjög skemmtilegt koncept og svo skemmtilegt að horfa á það líka. Það gerir Rocket League svo competitive, þú veist, það er svo gaman, þú veist. Það kemur æðið. Maður gerir sér ekki grein fyrir því hvað eru mikil samskipti á baku. Þetta er ekki handahófskennt bílar að keyra og sprengja og... Nei, og sko, þessi leikur er líka lúmst erfiður, sko. Þannig það, sko. Þetta þarna sem þessi var að gera, þetta er margra ára að spila til að ná þessu, sko. Það var auðvitað bara, þú veist, hérna, sko. Það var bara, fingurnaði bara, millir, sko. Íspinnin er, sko, ískaldur á pinnanum. Já. Það er bara þannig, sko. En ég get ekki ímyndað mér að Tótó segja skemmtur svo vel eftir ef þetta er sami. Flýgur hann ekkert lengst í burtu. Já, erfitt fyrir okkar mann. Svona back to back. Þetta er bannað í einhverju fylgjum í Bandaríkjunum. Þetta er rosalegt. Þetta er... Hvað? Þetta átti ekki að vera í sýningu. Þetta er bara... Já, mér finnst alveg furðulegt að það sé ekki bara búin að íta hérna á starttakkan og forfeit. Markið væri eflust þar, sko. Ef þetta væri rangleikur, þá væri... Já. Ég reyndar gefst aldrei upp, sko. Af því að ándjóks, ef þú ert að tapa með 5 og það eru 30 sek eftir, þú ert ennþá séns. Já. Þetta er bara... Þetta er svo fljótt að gerast. Ég veit ekki hversu oft maður hefur unnið einhverja leiki sem maður bara tapa með 3 og það er líkuð 15 sek eftir, sko. Það er bara fyrsta touch og boltinn skýst inn í markið hinn. Svona alltaf best í heimi að skora svona, þegar klukkan er búinn, boltinn er í loftinu, sko. Færð auka tíma og bara, já. Og maður heldur bara boltan upp í loftinu, já, bara, já. Það rennir tíminn aldrei út. Nákvæmlega. Það er svo gaman að horfa á það, sko. Tótódag með þetta flottan svona hatt. Það er ekki dúfa, eða var það bara ég? Já, það var þetta págaukur eða hvað, ég sá þetta ekki. Það var eitthvað þannig, sko. Hann getur kannski unnið allan flottast í bílinn eða verið að keppast um það. Já. Það er hálft mark. Já. En það sjáum við bara... Jú, þetta er dúa. Dúa. Já. Sjáum bara íspinnan og einhverju vilja meina að dúur séu ekki til. Það sé bara eitthvað robots. Já, ameríska ríkið bjóta það. Já. FG, já. Þægilegan sigur. 11-0. Þetta er íspinnin bara sem er svolítið með þetta. Já. Nei, samt. Já. Það voru þessi tveir, sko. Hann leggur allt upp. En sér svona touchin sem hann nær. Já. Sveinbjörns, hann með langflesta snertingar, en kannski skipti það ekki máli. Hann var alltaf líka að senda inn, sko. Það er hans skipti máli. Já. Andri virðist bara að vera svolítið slaka á. Hann er ekki minn... Hann er svona vörnin. Já, ekkert assist. Það er nú kannski... Fá saves. Gaman að sjá. En það er samt, þú veist, þeir voru líka bara alltaf í loftinu. Það er bara, þú veist, Sveinbjörns og Íspinni. Þeir voru bara í loftinu. Og þú veist, Andri Páll var bara niður að horfa og bara, já, strákar, gerið það sem þið gerið best. Ég verð bara hérna. En þú veist... Það væri gaman að sjá hvaða rankaðir eru í alvörunni. Já. Bara svona að fá tilfinningu. Já, hvort þetta séu. Er þetta... Hvað heitir þetta? Supreme eða eitthvað? Nei. Ég ætla að giska að þetta sé svona... Er ekki Diamond ranka? Jú. Þeir eru miklu meira en Diamond. Það er meira Diamond? Já, þeir eru rauðarankið. Rauðarankið, já. Fyrir ofan Champ. Ekki super eða eitthvað. Myndi giska það. Eða Champ. Annarkvort það. Já. Diamond er ekki að fara að flippa tvisvar, sko. Nei, ok. Nei, og fá auka flippa á því að lenda á boltanum. Já, svona resetta. Já. Nei, ekki alveg. Alright. Maður þarf ekki að gera svona leik, svona, þú veist. Einhver að velja og síðan bara einhver sem fær, þú veist, besta giskið, þú veist, sem næst. Já, svona giska hvað rankan er. Já, hvað rankan er. Það væri gaman, sko. Það er mjög gaman. En
þarna, já, vorum við bara að sjá FG að taka mikið þarna á leikinn og spila hann bara helviti vel. Já, yfirtök bara frá fyrstu, hvað voru 20 sekúndur búnar þegar voru 1-0? Já, bara, Það var bara strax, sko. þetta verður bara mikið, sko. 12-0 eða eitthvað, 13-0. Það var, ég man ekki, ég held að það var 11-0, ég vil samt ekki fara með það. Ná, ég held það líka. En þetta já, það er bara hvernig þeir spila og hvernig ME spilar. Það er aðeins gappan á milli. Það verður erfitt að labba inn í skólan fyrir ME. Tótótek greið, sko. það er bara báðum leikjunum. Já. Ætli þetta, þú veist, það var Tótótek 1 þarna í Mario Kart og síðan var Tótótek 2, en þeir hétu báðar sama. Já, nákvæmlega sama. Já, þú veist, er þetta hvað er þetta? Haldið þetta var skólaafgangur? Nei. Nei. Bræður? Já, möguleiki. En þú veist, Kynum maður sé bara með 2. Já. ég held að með að við ME var að tapa 12-0, þá líður mér ekkert eins og það hefði verið bara eitthvað of margir að reyna að taka þátt þarna í Rocket League hefðum, sko. Nei, kannski ekki. Hann hafi neyðist til þess að taka þátt í... Mögulega. Ég held að ME var með alveg ágætt lið fyrra. Ég man það ekki alveg. En það muni alltaf eftir seinast árið. Það var skemmtilega Fortnite. 3-3. Það var svo gaman, sko. Nei, ég segi svona. Það var gaman... það var kannski gaman að spila það, en... Já, observa það var öðruvísi. Nei, en það er, þú veist, það er gaman að, þú veist, eins og sérstaklega með fyrsta frís, það var FIFA. Það er enda gott. Það var, þú veist, hvað var ekki FIFA, það var CS og síðan Rocket League. Það hefur alltaf verið Rocket League og hefur alltaf verið CS. CS er það, já, þeir eru svo stórir. Það eru bara svo margir sem spila þessa leiki og það er svo auðvelt að pikka þá upp. Það er náttúrulega, sko, Rocket League er með auðveldari leikjum til þess að pikka upp. Já. En hann er auðvitað svo erfiðasti til þess að vera eins og íspinni að resetta í loftinu og ég myndi frekar reyna headshot eitthvað gæi í Counter-Strike heldur en að gera það, sko. Nei, þú veist, ég alltaf hugsa mig bara, af hverju ekki að koma með, þú veist, aðra leiki sem eru í sinni, þú veist, koma með, þú veist, Overwatch. Ég hef ekki séð Overwatch í frís, nákvæm svo mikið að hafa Overwatch. Ég held bara að áhuginn sé bara því miður ekki nógu mikið. Það var eitthvað talað Marvel Rivals fyrir þetta, en svo var ákveðið að fara í Mario Kart í staðinn. En það er einmitt sama, ég held að bara áhuginn hafi svona dalað á röngum tíma. Já, reyndar. Ef að hann hefði komið örlítið fyrr, þá mögulega... Nei, það er að tala leiki sem mætti bæta inn. Ef ég mætti vel eitt leik, þá verður það Golf with Friends. Já, það verður reyndar. Af því það er leikur sem að, þú veist, það er ekkert erfitt að vera góður í honum. Það er ekki of langt svona skill-based. Nei, ekki séns að keppa mot íspinna ef þú hefur spilað Rocket League í 2 mánuði, sko. Þó að það sé hálft ár. En það er einhvern veginn allir góður í minigolfleikjum. Já, en það er alltaf engin léleg. Já. Er ekki líka einhver nýr minigolfleikur? Eða svona golfleikur sem þú ert, þú veist, karakter og það þarf að hlaupa að boltanum. Ég sá það. Ég bara sé það. Og það er allir í einu að reyna. Það var gott, sko. Allir að heita og síðan getur þú veist, farið í hinbolta líka og bara skotið úr. Getur rotað vinir og eitthvað. Hann lítur svo skemmtilega út, þú veist, ef það er kannski þetta, þú veist, keppið honu, þú veist. Það væri svo gaman að líka, þú veist, lýsa því. Þeir ættu að hafa fleiri svona styttri mínileiki líka. Eins og bara Among Us eða eitthvað, þú veist. Er hægt að keppi því? Ég veit það ekki. Ekki alveg, nei. Það er ekki alveg erfitt. En Icy Tower. Icy Tower? Akkur er ekki eitt ránd í Icy Tower, skilur þú? Ég veit ekki hvað leikur það er. Er það sem stakkar húnna? Nei. Ég veit ekki hvað Þú veist hvað leikur það er. Þú veist potti hvað leikur. Já, ég man eftir nafnum. Það er gæið með bláu derhúnu og þetta hoppa svona alltaf herra og herra. Reyna að komast eins háttu og kemst. Klukkan snýst það fyrir alltaf hraðar og hraðar. Já, það er bara eitthvað eldgamall leikur, eða? Ég man eftir honum, ég man ekki eftir að spila það mikið. Þetta er geðveikur leikur. Þetta var svona þegar að flastleikinni voru upp sitt besta leik. Já, ok. Þú ætti bara að hoppa og komast þess háttu og kemst og svo fer þetta alltaf hraðar og hraðar og þú veist, ef hún er ekki, þá deyrðu bara.
Já, ok. Það var verið að keppi þessu í grunnskólanum mínu, sko. Wow. Það var bara á matarskjánum þar sem var bara, herri, í matinn þetta. Þá kom síðan bara næst bara Icy Tower Record. Það var bara bestið með svona. Ég var bara, já, þetta var kallinn á toppnum, sko. Já, Ok, wow. það var bara keppni, sko. Það var geðvægt. Sæll. Það Já. er rosalegt. Það er það. Það var ekki svona gaman í grunnskólanum mínum. En þessi keppni kom samt bara af því að, þú veist, það var sett í frímínúndunum og fólk gat farið inn á bókasafn og spila í tölunni, þú veist. Já, ok. Síðan kom bara, herri, já. Það er hérna, við erum komin aftur í leik. FGME. Og, við sjáum, herru, Andri Páll, er þetta komin í loftið? Já, ok, hann kann alveg, hann er alveg airströggum. Hann Andri Páll, það er svona basics. Já. Það kemur fyrsta markið. Mögulega. Ói! Á síðustu fyllu. Nei. Já, Andri Páll er með. Já. Sko, Hann er komin á blað. vörnin er ekki alveg að gera sig þarna hjá ME. Nei. Þarna hefði mögulega eitt þurft bara að bíða á veggnum einhvern veginn. Eða, ég veit það ekki eins og. Þetta er svolítið kaotískt. Já. Þess að við veit ekki alveg hver á að gera hvað. Nei. FG eru strat-based, sko. Já, alveg greinilega. Þeir eru meira svona í pakka. Já. En það gæti kannski það sem við vorum að tala um áðan. Að því nú erum við með svona þrjágeð svona mainstream leiki og þarft að, þú veist, nema kannski Mario Kart, ég veit það ekki. Kannski léttar að vera góður. En Það er svo gaman þetta að sjá, þú veist, leiki fara, þú veist, 1-1. já. Segjum að einn skólinn vinnur í Mario Kart og þessi hinn skólinn vinnur í Rocket League. Það er bara að síðast eftir. Það er svo meiri spenna. Já. Hver er að fara að komast áfram? En, já, ef það væri fleiri leikir sem, þá væri líka svona meiri líkur að einhver skóli gæti kannski, herra, já, við erum með einn geðið góðan í bara skissu, bara teikna hérna og gíska, eða þú veist, það er að vera með fjölbreytileikann. Já, þetta er það. Það er alltaf eitthvað. Heyrðu, Prúskar, hann hoppar fram hjá boltanum, undir hann ekki. Já, eins og ekki. Það er alltaf best þegar maður gerir aftur á bak heljurstökki, sko. Já. Ítrúast fyrir svo hratt og fyrir, sko, það er annarkvæmt það eða eins og ég og vinur minn töluðum oft að vera í sleik við stöngina. Það var bara að keyra á hana bara, segist þeir í sleik við stöngina, sko. Við hefum bara martur að sjá þegar fólk, sko, bakklipar fram hjá boltanum. Það er gott. Það kostaði okkur frísvinnið 2003, sko. Það var backflipa af boltanum og boltinn rúlar inn. Við erum ekki búin að sjá neitt feika í byrjun. Nei. Þykjast alltaf að skjóta boltan og fara framhjá og láta hina svona setja upp. Það er, góð vörn þarna. Já, Prúskar. Það er mikið straff-based í kringum staðinn, þú veist, þegar það er feikað og síðan kemur vinurinn. Já. Það er bara, getur verið mjög gott, sko. Eða það er gett rétt. Þeir eru að setja upp skot, sýnist mér. Eða hvað? Þeir eru allir búin að skipta um bíla. Ég veit það ekki. Sjá þetta double touch frá veggnum. Setur hann bara hann upp og dönkar á það. Hann stelur líka boltanum af vinnu sinur. Það er þessi þinn. Þarna er, það er hérna Toyota merki á bílnum, nei á hérna Boltanum. boltanum, en það hérna, það er ekki, já, ok, það er hérna, já, vitlaus bossar. En, þetta er flotti boltar og bleikur boltar. Sjáum hann, Gísson. Nei. Hann hefði nátt að lesa þetta íspinnin með að hann er góður. Við höfum það upp í loftið Þetta er fyrir... og íspinninn er tilbúinn. Góð hugmynd samt hjá þeim. Þeir eru flott að það ná. Er Andri Páll meira svona ankor fyrir FG? Já, hann er bara, hann situr á bakinu á hinum þeim sínist mér, sko. Þeir leifu honum að taka fyrsta markið og síðan bara... Hann ætlaði að blöffa hann að... Andri fer ekki í hann!
Þeir eru allir að feika. Maður má ekki hika svona. Þeir eru allir að feika bara. FG fyrir smá svona panik en næringum redda sér út úr þessu og kemur markið. Ísbjörn ætlaði að stela í. Það er líka gott. Það er alveg regla, maður á alltaf að stela. Já. Það er bara... Boltið svo rétt svo. Ef það er hægt. Það reynir og reynir. Sjáu hvað hann er nálægt í þetta. Ég fór eftir. Þeir eru aðeins rólegri núna samt. Já, ég held að komi fake núna. Herru, það kom. Sérðu það? Já. Nostradamus. Þarna er Sveinbjörns í loftinu og skoppar af. Já, Andri Páll. Þarna, hann hefur heitt í okkur. Já. Skoppa af og bam. Fylgir eftir. Er þetta ekki svona, við sjá þetta í ólupílunum, hvað heitir þetta? Sem var með hann á bílunum, á bílunum. Endurinn? Nei, þetta var svona hattur, þetta var svona... Krulla? Þetta var krulla, já, hérna. Það var krullu. Stein. Ég veit ekki stein. Það er krullustein. Já, ég veit ekki. Íþróttin heitir krulla en ég veit ekki hvað steinir kallast. En næstu bara að ná fyrsta markinu sig. Já, þetta var á línu. Það er íspinn í loftinu og... Sér hann er farin að blöffa líka. Hanna. Disco-kúlan. Fyrsta markið greinlega honum. Svo hann þykist var undir, hætti við. Ég verð stundum að hinnir hafði eitthvað að vera að pæla í því en... Nei, en hann er vanari mögulega... Þetta er alveg það sko, þegar þú tvarinn að geta flippað svona undir boltan og stokki aftur, þá getur þú líka gert það síðan ekki. Þannig að fólk kannski býstu og sér þú að gera það. Það er að klemma hann. Góð sending samt. Þeir eru bara klittfarma fyrir TikTok sko. Já. Þeir eru bara klemmum. Hann náttúrulega getur skvísað svona boltan og sprengt hann einhvern veginn geðveikt fast. Það getur þá það getur bara hann skýst sko, þú getur farið frá einu horni af mappinu yfir í annað í markið á sko 0-1 sko. Eða finnst það á rétt tíma og bara negla í mark. Sem er ógeðslega gaman að sjá af því að getur enginn varið það. Herru, Tótó segir úff í chatið. Úff segir hann. 9-0 fyrir Það er enginn búinn að hendi í what a save. Nei, það er allir góðir. Spinni. Nei, hann að feika. Sýnist það. Setur hann í vegginn og verður hann dæmkir. Ói, hröðu. Andri komið framar. Nærðum hann í teik. Ég myndi óttast þetta lið. FG og ég þurfti að mæta þeim í næstu umferð. Þeir eru alveg góðir í rokki. Ekki þú. Gunnið er með þetta. Sko, akkur enginn er að sprengja líka. Já, lítið demo. Það er varið. Hei, heyrðu, kemur fyrsta markið. Andri. Snertir hann? Nei, þeir láta hann ekki snerta. Þeir Já. Náðu þarna 10-1. 10-0 fyrir FG. Er það FG búinn að vinna bara Rocket League eða? Það er ekkert spilað síðastu leikur? Nei, það er þetta ekki. Það er kannski bara fínt Það væri fyrir ME. svolítið strá salti í sárin að láta og taka þriðja leikinn eftir þetta. En hérna sjáum við statsinn. Þetta er úr seinni leiknum sem sagt. Já. Andri kemur sér aðeins framar. 2 mörk núna. Og einn stóðsending. Sjáum alveg demos, það var drippið. Já, þrísvar. Já, og einu sinni MMA. 1 save hjá Andra. Já. Það var ekki mikil aðsókn að marki FG. Nei. Þeir voru hins vegar bara með 6 vöslur af þessum 10 Já. mörkum. Já, og líka snertingarnar, við sjáum 32, 76, 68. Já, þeir bara var alltaf að koma við boltan einu sinni, ME. Ná, ég raun og veru ekki. ME horfðu bara boltan. En? Það er alltaf með 1 skot þannig, ME. 1 skot og... Tótó. Litti Andra í vöslu. Góð tilraun, sko. Já. Góð tilraun, Góð tilraun. Bara alltaf næsta ár. Já. Já, það er alltaf.
Og ef þetta er kannski síðasta ári hjá þeim, þá náttúrulega þeir eru bara að skrá sér einn áfanga eða falla. Já. Falla viljandi í einum áfanga. Já. En við ætlum að henda okkur í smá auglýsingar bara og við komum rétt innan skams. Bragð upplifun sem enginn getur staðist. Sirius ísblóm með salt karamellu kurli. Blanda sem þú verður að prófa.
kvöldið myndi ég. Nei, herru, við erum komin aftur og það er CS tími strákar. Já. Seinasta leikurinn í kvöld og FG, ME. Þetta er spennandi. Já. Við erum spenntur að fara að sjá, ég fekk að heyra á þann að við erum að fara að spila Inferno. Já, ok. Og þessi lið eiga víst að vera svipa góð í CS. Við erum með sko FG, við segjum, þú veist, ef við teljum upp hverjir að spila fyrir hvað lið. FG er með Sevrog, Ossa Sosa, Reynar, Tommy Ólafs og Íspinni. Það er sami að vera í Rocket League. Já, og hann er sem sagt betri í Counter-Strike heldur en hann er í Rocket League, ef þið trúið því. Já, ég meina, fáum sjá það. Hérna, og síðan ME megin, þá erum við með cheese bread, eða ostabrauð. Við erum með eplasóla, Gvendur, Mountain og síðan Farmer 1. Farmer 1. Já. Þeir vinna allavega með nöfnin. Já, þeir eru með betri nöfnin, sammála. Hvað hérna, ok, ef við tökum FG, hvað myndi ég gefa einhvern á Sevrog, nafnið? Sevrog. Það minnum við bara einhvern svona Lord of the Rings karakter. Já. Passið ykkur á Sevrog í höllinni. Já, ég veit ekki. 7. Já, það er kreatív, já, ég sammála. Já, betra heldur en bara eitthvað Atli. Já. Nei, þú veist, þetta er allavega eitthvað gamertag. Gjónum það. Ok. En Ossa Sosa. Er þetta Ostasósa eða er þetta SSU froskurinn? Það giska að það er vera að hinta þá í Ostasósu, en Ossa Sosa, það er skemmtilegt nafn. Ostasósa? Já, það rennur skemmtilega á tungunni. Hann fær hærra heldur en Sevrog, sko, í minnu. 8. Ossa Sosa. Já, 7-5. En einmitt, þessi Ossa Sosa er stelpa og er að keppa fyrir FG í CS. Ok. Þannig að það verður gaman að sjá hvernig hún spilar í kvöld. Síðan erum við Reynar með H í endanum. Reynar. Það er svona Reynar. Svo að Reinhard. Já. Það var svona íslenskt. Ég mynda með Sorrow vera að bera fram nafnina. Reynar. Ég veit ekki hvernig. Það fer eftir einhvern veginn að bera það fram. Já. Það er það sko. Þetta er skemmtilegt. Hæðst af einhvern veginn. Já, er það ekki? Jú. Já, skemmtilegt. Og síðan bara svona venjulegt Tommy Ólafs. Já. Það vantar smá svona eitthvað. Já. 5. 5. Ég er einhvern veginn. Svona Íspinni. Það er alveg gott nafn. Það er alveg svolítið. Já, það er svona gamertag sko. Það er svona sem maður myndi sjá út í heim sko. Það sem hann hefur, maður man þetta nafn líka. Já. Það er að gleyma. Hann er eftirminnilegur, já. Íspinni, he's going for a clut. Það er svona, þetta er eitthvað sem maður munir. Síðan MB megin, þá erum við með cheese bread, ostabrauð. Það er gott. Fyrir mér finnst það skemmtilegt. Já. Cheese bread. Já, það er, á mínum að það er smá langt, en. Já, svolítið. Það er bara gott, en það gefur mér ekkert svona ekstra kýtt. Nei. En kannski er maður ekkert endilega að leita því. Ég var bara svangur ef ég hugsa um þetta nafn. En alltaf sé það kallaði ostabrauð. Cheese, frekar. Já. Cheese. Já, hvað þú veist, eða segir hann, my name is bread. Cheese bread. Það er mjög gott. Það segja það, sko. Það er, þú veist, hvað gefið þessu? Þetta er svolítið 7 hjá mér. 7? Nei, 6. Já, ok. Jú. Ok. Síðan erum við eplasvali. Það er eitthvað. Þið heyrðið það fyrst, þá var það sko. Já. En hvað ef einhver skýrir sér svo appelsínusvafi? Appelsínusvali, já. Eplasvali, þetta er gott nafn samt. Þetta er eins með íspinnan. Já. Það festist einhvern veginn. Já. Sammála. Já, ef einhver myndi heita samt appelsínar, ég held að það myndi ekki festa. Það væri cool ef að þeir væri með Sava liðið. Já, bara alla svalana. Já, bara jarðabera.Ítrónu. Það væri cool. Já, reyndar, það væri mjög cool. Síðan erum við með Gvendur. Það er svona, það er eitthvað sem myndi sjást í íslensku sinni. Gvendur. Já. Er það stytting á einhvern 2 nöfnum eða? Guðmundur eitthvað? Það er íslenskt nafn, Gvendur. Já, ok, Gvendur. Já, það getur einhver hitt. Ég þekki engan Gwend. Nei, ég held að síðasti sem að hét Gvendur dó fyrir svona 100 árum. Já, ok.
Það er svona skemmtilegt nafn samt. Þannig að haldi ég eitthvað tradition. Já, kannski hétt Avans, Já. eða heitir Avans eða Langafi eða eitthvað, kannski þetta ættan Wenda. Hver veit, sko. Wenda. Já. Vendir, já. Það er svona, ég veit ekki, hvað gefið því? Neðar en allt sem ég hef heyrt núna, held ég sko. Já, það vantar frumlegheitin í þetta. Já. Þetta er bara 5. Þetta er bara akkurat í Já, miðjunni. solid. Ok. Síðan Mountain, ég man ekki, það var Mountain eitthvað, Já, ég get ekki alveg sagt, en Kannski einhver rosaleg myndlíking á bakvið þetta. Bara hann er alltaf að klífa. Herra. Mountain Man. Já. Mountain. Eða hann er bara að stela frá fjallinu í Game of Thrones. Já, Það er líka það. Mountain. Nei, ég veit ekki, mér finnst það alltaf langt. Ég myndi gefa því, veit ekki, 2 eða. Mountain. Já. Já, það er erfitt í útsendingum með svona, þú veist. And Mountain. Já, ég sammála. Nei, ég veit ekki. Það rennur ekki nógu gott. Nei. En síðan er Farmer 1. Mér finnst það, sko bara því að hann bætti þetta einn Já. við, þá náði hann alveg nokkrum aukastegum. Já. Það er bara, Af því að það er sem sagt einhver sem heitir Farmer, hann þurfti að taka Farmer 1. Já. Þeir eru 2 sem heita, já. Það er skemmtilegt. Það er eitthvað svona... Hann er líka frá, er þetta ekki ME? jú, þetta er Þannig MR. að þetta gæti verið bóndi. Já. Af því að Egilsstöðum, þetta er, Getur Farmer verið auðvitað, sko. Það er, Já, þetta er bara einn farmer. ok. Farmer 1. Já, þetta er eitthvað svona... hann er bestur, hann er ekki bara, þú veist, Já, number nummer one. 1. Já. Farmer Það 1. Ég myndi mögulega alveg kannski henda honum hæðst í sínu liði, sko. Já. Nei, ég man ekki hvað... Það er alltaf, já. Bara hvað þetta er svona líka, þetta er svo symbol eitthvað, það virkar. Mm. Farmer 1. Nákvæmlega. Já. Nei, ég er alveg sammála. Nei, en við erum að fara á Inferno, eins og þú sagðir. Já. Þetta, Inferno, það er heimavöllur minn. Ég elska þetta. Já. Inferno bara eitt besta map sem er í búlinu, sko. Ok. Ég er Dust 2 maður, sko. Já, þú ert svona gamall. Já. Já, ég fæ alltaf rosa mikið, sérstaklega vinir mín sem ég spila með, þeir nenna aldrei Dust. En ég er bara svo góður í Dust eitthvað. Já, mér finnst það fínt, sko. Já. Ég á eiginlega ekki uppáhalds map. Nei. Núk var eins og uppáhaldsmappið mitt þegar maður gat hoppað hana yfir Já. gamla daga, sko, Já. maður þurfti að vera Já. góður. Já. Það var gott, sko. Já. Eða bústa. Já, mér finnst það er svo áhugavert map líka, 2 hæðum. Mér finnst það, það er mjög skemmtilegt að horfa. Já. Þetta er, já. Ég hata map, sko, passa. Já, ok. Strákarnir er alltaf að segja mér, já, bara hætta að hugsa þannig. Ég hata þetta map, sko. Þetta er umrætt map. Já. Það er bara, mér finnst það svo, ég veit ekki, það er svo komplex, en þú veist, þetta er skemmtilegt map. Já. Mér finnst... En þú veist, já, þú getur spilað svo mörgu, þú veist, mismunandi, þú veist. Já. Hvernig strött þú getur spilað í kringum, það er svo mikið sem þú getur gert. Og sérstaklega, þú veist, þú ert með þetta, þú veist, B sem er neðri, sérstaklega með A sem er uppi. Og síðan getur þú farið í vent, þú getur farið, þú veist, ramp, þú getur farið út í secret, þú getur farið, þú veist, allstar, þú getur verið út um allt. Og bara, þú veist, ég var bara heila brófall að reyna að hugsa sko. Já. En, þú veist, það er skemmtilegt map, en ég hata. Já, ég held að mitt svona sem ég myndi síst vita, ég man ekki hvað heitir, byrjar á O. Overpass. Overpass. Já. Það er bara, ég veit ekki hvað, það bara nær mér ekki. Það er bara, gefur mér ekki neitt. Ég reynda tók leik á treinum daginn og það var slæmt. Ég var búin að gleyma því. Það var ekki sérstakt. Það er samt alveg, já, ég veit ekki, það er gott map, sko. Já, getur vel verið. Þetta var bara lélegur leikur. Já, þú veist, skítöpuðum og... maður séðan auðvitað, þú veist, það er auðvitað, þú getur sagt að það sé lélegt. Já. Það er alveg, það er hvernig maður finnst um hitt og þetta map, sko. En kannski finnst maður líka borðin leiðilega því maður er verri á þeim. Já, er það ekki? Já, það er svona... Maður kann ekki alla spottana sem eru góðir og... Ég er alltaf negativ í júk, sko. Já, þú veist, það er ekki að segja nefnir því, sko. Það gæti verið það, sko. Já, það hefur alltaf áhrif. mikið að surprises og maður er ekki búin að kalkjuleita allt. Nei. Það sé ekki það. En hvar er hann að Vertigo? Akkur er það ekki lengur? Já, reyndar. Það er skemmtilegt. Já. Það var tekið það út. Þetta er alltaf að rótita. Anubis er það ekki svona tiltölulega nýtt? Jú, það kom aftur í búlið. Já, Ancient kom, það er rétt á undan Anubis og það ekki? Jú, það kom alveg, það kom í staðin fyrir... Anubis er, sko. Er það hann að píramídaborðið? Já. En hvað er það samt með Counter-Strike? Að ef þú ferði í eitthvað map, þá er allt alveg eins og litin í öllu mappinu. Það er tekið eftir því. Ef þú ferði í Anubis, þá er allt í þessum brúna hússteinslit og ef þú ferði í Ancient, þá er allt græn.
Dust, Mirage, þetta Það erum við komið með þetta. er örgulega litríkasta mappið. Er þetta fyrsta, já það er verið að keppast hvor megin byrja, þeir eru í hnífum. Hnífanir. Skil ekki af hverju fólk er að stratta í hnífum þetta. Já, það er bara gaman. niður megin. Af hverju allir ekki að fara að myndi, sko. Herra, FG tók fyrstu stunguna. Já, hann er eitthvað rægur, Svalinn. Hann þarf að fá vinninn með sér. Einhvern til þess að bakka sig upp. Þú eru ekki einn í Tomma. Þetta er lengsta ránd sem við lent í. Já, sko, hvað gerist ef að tíminn rennur út í hnífum? Hefur það einhvern tíma gerst? Það verður draw, ég man ekki hverjir Það er leiki. Já, ekki eru með þetta. Já, er enginn dætt hjá þeim. Monkinn, af hverju er hann að bíða? Hann hefði mögulega náðum í baki nær hann Tomma. Já. Þá fá FG að velja og er ekki alltaf CT eða Jú. Það ég myndi... svona langflestum öppum velur CT fyrst. Það er sant. Þegar maður hugsa að þú getur stratta í kringum sko að byrja T. Segjum að þú átt lélan T. Já. Það áttu úrslega góðan shit. En síðan á saman tíma, ef þú átt lélan T, þá getur þú gert áhættuna að tapa leiknum með því að byrja T. Já, þú vilt ekki þurfa að vinna of mikið upp Nei. í CT eftir T. Þetta er mjög svona, mjög mikið áhættu. Fáum dúllur á farmer. Já, áhugavert. Það er alltaf gaman. Sýnstu bara alltaf keira. Fyrir mittið. Tommi að halda. Línu. Ekki. Fyrsta hérna mountain á íspennan. Sem Ólafs. Opna alveg sætið. Tekur reyndar einn. Hann var með 20 yfir. Fleiri library, einn eftir í library. Og svo sósa. Almer fyrir Auj! FG að snúi sér við. Herðu. Gvendur einn eftir. Og er ekki með bombuna, hann er ekki að planta. Æjæjæj. Lætur heyri sér hann að... Hann er brúkur. Þetta var svo nálægt. Sevrock nær rétt svo. Það er peningur á Gwend fyrir þetta. Já. Þetta gæti... Forza... Það er eitthvað verið að tala í tjattinu, það er áhugavert að sjá hvað það væri. Man heyri að það voru að senda hann á milli. Já. Þannig að sjáum við kaup hjá FG og ME svona spara. Gvendur kaupir af því að hann náttúrulega átti þetta... Já. Bara 3 á B. Þeir búast örugglega við rushinu en þeir eru ekki að gera það. Já, þeir ætla að reyna að sprengja hana. Sjá mountain aftur íspinna. Hann er í þeim. En Tommi tekur bara 2. Eplasvalið, þeir beint í plantið. Setja rót þetta einn langa, einn að fara á library. Tommi tekur hann. Tommi short round. Eplasvalið þarf að hugsa að hann er low. 22. Á ekki að vera að taka þessi langfætt. Já, Sevrock. 2-0 fyrir FG. Já, en þeir forsuðu ekki ME, þannig að það er möguleiki á kaupi núna og... Ágætis kirkja. Þetta er skemmtilegt. POV. Sjá hvernig bærin er byggður. Flottur bær, sko. Já, arkitekturinn góður. Þetta er rosalegt drónaskot. Þetta er einmitt sko Inferno. Hvað er? Þetta er geðveikt. Þetta er ítalst sko. Inferno. Sko ég er í spekt að vera ekki búinn að taka kjúklingin aldrei sko. Svo lappunum. Íspinni. Herðu. Tekur strax. Tekur vinsitt. Já. Já, þetta var þarna að Tommi jafnar þetta út. Tommi finnst það svo ekki alveg að hitta. Nei. Þannig líf. Næs. Vel gert. Tekin hann niður eftir. Já. Það er í öðru. Bopp. Munkurinn hleypur á hann. Nei, þetta er Gvendur. Gvendur, já. Munkurinn er þarna líka. Og gert.
rétt. Gvendur tekur fyrsta róndið fyrir Af ME. hverju næri hann ekki byssun hans? Hann var bara að planta frekar. Já. Hann var með Já, M4 næri aðna. Næri ekki plantinu heldur. Ekki alveg að fylgjast með, hann var örugglega of spenntur. Gefa liðsfélagum sínum high five, bara misti þarna einhvern 2 skall í byssu sem hann hefði getað uppgötvað. Hérna sjáum við sko, þegar Ósa Sosa kipti vappa í sem starrati þá þannig að fara í eitthvað lítið og fyrir í sísett. Þetta verður æðist. Engin armor heldur. Engin armor sísetta. Hvað er að fara að sjá? Já. Það er defaulta hérna 3B og 2A sem er alveg skemmtilegt að horfa sko. Íspinna nýja apps. Takkar. Það er svo svalað. En ástabröðið. Búinn. Gott treyt hérna hjá skólanum. Gvendur. Lítið líf og reynir að teka hann. Far mér einn eftir. Far mér einn eftir. Þar eru Mossasósi og sísetti. Sísettinu. Nei! Eitt skot. Nei. Akkur knýður hann ekki. Það tekur hann. Það er það 3-1 fyrir FG. Og hún nær sér meira þess að í AK-an þarna. Þetta er svo gott, sko. Munkurinn er eitthvað fyrir haglabyssurnar. Hann er að kaupa aftur núna. Já, það er reyndar óvinnilegt sko. Þetta er ekki mjög algengt þrætt. Nei. Fer það væntanlega í apartments. Já, þetta er ekki mappið fyrir sjokkun en á saman tíma, þú veist, XM er viðbjóðsleg í Counter-Strike sko. Það er bara ótrúlegt hversu öflug hún er. Það er þetta rössa. Sem við þrjá með Það er eitthvað að flassa hann inn eða já. hvað? Þeir eru að gefa rosa mikið sound frá sér. Já. Bóna bombunni, það heyrist. Gæti rót þetta snögt yfir. Og þarna eru CT komið 4 í kring. Spurning hvort það er... Nei, þeir eru alltaf frekar að keyra á AF. Mountain smokar og eflasólega skoða út balkoni. Íspinn er rétt undir grunna. Og svo þetta er Það sæt. Selfrog. Mokna er einum. Næs. Svo deyrið hann langa. Nú er það líka. Heyrðu. Gott skot hana. Mjög gott. Veit af. Nei, hann held að vera takan. Þetta er ekki gott. Saman tíma erum við með Vel góð grein sprengja hana. seinasti er short. Hann ætti bara að fela sig. Heyrðu. Já, já. Þetta var þetta mjög Það gott. þarf ekkert að setja neinar efisendir á munkinn. Hann skiptir hins vegar yfir í AK. XM er mjög góð sko. Sérstu því að það er alveg fárlegt hversu longir er Já, þú spila með. droppar AK-unum og kaupir sér XM. Þetta er bara Þetta er strattið á mungnum. Það er bara... taka XM og hlaupa sko. Hún líður vel með það. Já, þetta er að virka fyrir hann. Flest? Nei. Tommi með fleiri fellur. Já, en hann er með flest í sínu liði. Já. Einu með positive KT. Ekki mikið jútil hjá CT. Banni í gegn. Ostabrauðið. Osturinn er að keyra. Reynar. Spurning hvort hann bráðnaði næsti, hann hljópi gegn eldinn. Þeir þarna. Gott. Það er má. Hvernig er að standa sig? 3 á bíinu. Hvað ætlar þú að gera? Með fullt að jútil, en ekki með sprengjuna. Gæti náðu að laðast hann í bak. Já, sýnist. FG ætti að vera að fylgjast með sprengjunni. Sjáum það að Sevrock er að því. Þeir hafa ekki hugmynd um hvað hann er. Nei. Sevrock er samt að passa. Það er reynsi sem er á þessu. Það var geggjað skot.
Nær hann að falla. Den flassar út í seg. Það eru líkur, en Hann þarf að drífa sig. ég tekur inn píkarna. Spinni ég með gott rotation. Tekum niður, sko. Við erum örugglega að fara að sjá aftur XM á Mountain. Jú. Heyrðu, Farmer ætlar að elta hann. Ekki í sömu reyndar, en hann kaupir sér. Nóvan. Já. Nóvan er svo, hún er svo hæg. XM er svo miklu hraðari. Já, Fire-iti er svo, já. Það munar. En Já. er Nova þá ekki meiri skada eða, já. Þá bara skiptir meira mál að hitta skotunum. Mountain, veit að hún langa. Íslandi. Rosaleg. Nei, Stefró. Súsa. Eru komnið 3 inn á side. Ná að planta já. kannski. Ná hann að killi. Spurning hvort að Cheese hefði bara átt að vera slagstur að fela sig. Já, Þetta var einn á múti einum, en Reynar tekur hann. Það eru úgeðlegt ef hann er náð honum, sko. Finnstu það fyrir FG? já. Sýnist FG byrja að taka hann leik eftir rólega, sko. En finningurinn ekki Ekki sérstakur peningur og svolítið mikilvægt ránd hérna núna fyrir ME verða eiginlega að vinna til að halda bankanum í lagi. Reynar með vappaskotið. Hei! Mexico. Þetta Já, tekur já. 2 hérna. Og 2 Mexico. Reynar tekur 1. Gott. Round hjá Reynar. 3 vappagel og svo með 2 þarna á banna. Tekur fórustuna í fellum. Það var mjög vel spilað hjá þeim. Reynar með vappan. Sko, ég elska þessi drónaskot sem við fáum alltaf Já. í byrjun hvers rounds. Þau eru alltaf öðruvísi. Cinematic drónaskoti. já, þetta líka, svona. Þetta Við fáum aldrei að sjá samt hína í byrjun. herrana. Já. Nei. Tekur sér svolítið langt. Nei! Hann nær skotinu. Sko, að hóna það er rosalega átakning í Counter-Strike. Skjóta. Þótt að maður með shotgun. Mér sýnist að ég er að fara að taka þetta. Jú. Það er svolítið komið með longið. Gvendur í Mexico. Mun mæta þarna Sevrok. Sevrok. Timing! Setningin. Nei, hann veit ekki á honum. Hann er bara aftæði. Sér hann Það sé hann. Nei! Og drepa. Ok. Osvald Sosa langa. Rosalega er lítið líf. Svo tekur hann út. Hann er beint í diffusið. Veit að Gvendur var svolítið langt í burtu. Gvendur vel á því burti. Og Já. Það er ekki að koma. Emmur voru svo nátt í. Veit ekki alveg hvað Gvendur var að gera. Já. Hann var smá í lautaförð þarna. Hann tekur XM í staðinn fyrir AK. Já. Með allan hennar penning. Já. Það er mjög... Það eru 3 XM og 2 AK. Þetta verður skemmtilegt ránd. Sjáum við að íspinni er komin á vappan. Okay. Já, Þetta er öðruvísi. Ossa, Sosa, Reynar og Íspinni öll búin að reyna sig á vappanum. Já. Og Reynar. Hún verður svo bestu. Bestu skotu búið. Já. Náður. Sko,
tekum við eftir að ME er ekkert rosa mikið að stratta eða gera neinn, þeir eru bara að splitta svolítið. Já, skipta sér upp og... Já. Új, þarna Montir sá hann upp á boxinu. Þetta er inn í fjöllum. Það tekur Herri, í fjöllum. munkurinn er endar að slátra. Við sjáum Ostasósu bakka fyrir og síðan aftur. Hvað gerir Gvendur? Gvendur að hugsa sér. En nærum hann í bakið. 8-2. Gott snæperskot hjá Íspina. Mér finnst FG vera betri en það sko. Já, samt fór fyrri viðrögn milli þessar liða 13-7 fyrir ME. Já. Það er, já, það er alveg rétt. En þá var öðruvísi line-up, öðruvísi lið, þar að segja. Aðrir einstaklingar. Já. Ég er ekki búinn að spotta eitt skinn í þessum leik. Jú, reyndar. Já, XM-in. Já, og líka hanskar. Ostabröðin hanskar. Já, ok. Það fyndi þessi skinn síðan. Horfa á hana. Já, það er rétt. Sinnvískinn. Það var þetta gott skot hana. Hjá Tóma. Montinn. Já, tekur mér þess að. Þetta tekur hann í bakið. Svo. En Tommi gerir vel hann. Búinn að taka 2. Sjálfrök. Hittum Monti með en Heplasóli. Þurfum að sjá þetta cheeseburger. Það náðu svo tekur hann. Það sér í vappan. 16-4 Ostasósa. Já, tekur. 4 í KD. Já, það er mjög gott. Síðasta rándið í fyrri hálfleik. Það væri nú sterkt fyrir ME að ná því. Já, gera 9-3. Það er mjög næs. Þau geta ennþá unnið sko. Það getur allt breyst. Já. Það er erfitt að fara 10-2 en þetta er allt möguleiki. Svo tekur fyrsta skotið. Með snæperinn annars sikkur megin á miðinni, bæði frá banana og þeir eru nú bara 2 eftir, munkurinn og 3 vappar er Reynar með eitthvað rosalegt skot hérna úr aftur. og Gvendur einn eftir og hann er 10-2. 10-2, já. Þá þurfa FG eingöngu að ná einu rándi betur heldur en ME á TER. Þurfa bara að ná 3. Ef FG tekur fyrsta rándið þá er þetta svolítið erfitt. Þá er þetta svolítið mikil brekka. Það er það sko. Það er gaman að sjá hvernig þessi lið er svona að spila þetta map, þú veist. Sáum hann að ME voru meira bara svona fara eitthvað, þú veist, reyna að fara 2 upp annan og hinni 3 upp second og cheesebread. Já, sjá hanskana, já, cheesebread. Sjá þetta, sjá þetta. Auðir eða? Já, þetta er driver. Snæplasali, Reynar og Sáru. Já, áhugavert að hoppa, Mountain. Já. Og Feldir. Ekki taka þetta á. Þetta líður ekki vel út fyrir ME. Nei. Spurningi núna, forsaðir. Það er... Já, verður að gera það. Já. Þau eru bara að forsa út leikinn, sko. Já, ég raun að veru. Nei. Þau þurfa rounds. Það eru 2 og FG 11. En það eru rounds. Ostasósa er smituð af Munk. XM veiki Munk. Já, munkurinn er þetta komið með shotgunum sjálfur, sko. Deklan, fá að sjá. Nei. Farmir að fela sig. Næra neinum. Ekki öðrum. Hér er Reynar lágan. Gætu, þetta er 3 og 2. Já, og 1 lár. Þetta er möguleiki.
Nú það munkurinn að channela eitthvað þriðja augað og Tommi Ólafs í kirkjunni. þeir eru að pressa bara báðum megin á saman tíma. Þeir vita hvað Setningin munkurinn er. hérna, já. Reynar. Já, það er einum. Þeir eru að drífa sig, þeir eru hvorið með kit. Stúrið. Það er orðið að segja. Tommi Ólafs með þetta. Þetta er ljótt fyrir ME að enda þetta svona. Erfitt líka fyrir. En munkurinn klárar. Aftur með shotgun. 2 vappar hérna hjá FG. Það er 2 húsi. Vendur hérna eiginlega bara gripinn í bólinu. Við erum með munkinn hana í bakinu. En 4 að fara í áttina. Wow. Reynar bara að lasa einhvern veginn. FIFA er að hann vissi alveg gerlega hver á. Já, mögulega hefur heyrt í honum. Já. Það fyrir Reynar. Það var Tommi síns mér, já. Farmer. Farmer, ok. Reynar. Já, við... Já. Samt alltaf við. Nei. Hann að skjóta vinstinn. Og það er bara munkurinn eftir sem að er að reyna að halda ME á lífi en tekst ekki. Ekki 13-2. Þetta var snögguleikur. Já, þetta var full snöggt. Þetta, já, við sáum frekar erfiðan leik hérna hjá ME að reyna að koma sér á stað og já, FG voru bara, þú veist, betri. Algjörlega. Bara betri í öllum leikjunum. Já, og munurinn í flestum leikjunum var eiginlega aðeins of mikill. Já. Það er það. Sjáum hérna, FG vinna 13-2. Já. Ég sá rétt og hérna, hvað var þetta, sjáum nokkuð stigatöfluna hjá, þú veist, af leikmönnum. Nei, ok, ekki það. Það er æðislegt. En hvað þetta var, hvað Ósa Sósa, Tommi og hvað Reynar? Já, Reynar, Ósa Sósa og já, Tommi sem að held ég hafi verið efst. Og voru svona efstu, sko. Já. Og svo munkurinn hinum einn. Já. Þannig að, já, við varum skrítið hvernig bæði ostabrauðið og eplasaðinu voru að spila þetta. Ég hef spilað með þessa strákum áður, sko, og þeir hafa verið betri en kannski var þetta ekki bara þeirra dagur í dag. Nei, og kannski líka 2-0 undir, það var svona, kemur kannski aðeins svona værukerði yfir. Já, það er þetta rétt. Svona, að því að það er ekkert undir lengur, að þá stundum á maður til að bara svona, Já, myndi maður samt, sumi myndi hugsa að ég vil klára þetta allan að... Já. Á einhverju, sko. Á einhverju jákvæðum nótum. Já. Ekki láta bara stappa á mann og sko, spýta líka í andlitið á þér bara, í grímuna bara, já. Það er alveg rétt, sko. Nei, þetta var mjög gaman. Allir þessi 3 leikir var mjög skemmtilegt að horfa á og já, þú veist, stemmingin frá þeim, þetta var skemmtileg, hérna, þú veist, við sáum Mario Kartið og við sáum Rocket League-leikinn, en bara FG voru bara betri í þeim öllum og það er líka liðið sem við munum sjá koma mótið Tækno. Já. Í, hvað er þetta ekki, undanúrslitum? Jú. Og þannig að við fórum sjá, er FG nógu góður til að taka niður? Já, það er alveg spurning. Það er... Þannig að, en við mögum ekki gleyma, í næstu viku, þá er á miðvikudaginn FA á móti MS. Ok. Menntaskóli Sund. Já. Á móti... Fjölbrautaskólinn með Ármóla. Það er spennandi. Já, spennandi að sjá það. Ég held að þeir keppast einmitt að keppa mútið FB, svo. Já, það er mitt það. Og já, það held ég. Hafið þið ekki meira að segja, strákur?
Bara rosa gaman að koma og Já. ég náttúrulega ekki lýst hérna frís en skemmtilegt konsept að vera með svona marga leiki og gaman mitt að vera með mismunandi keppnir inn á milli og hefði náttúrulega mátt kannski vera aðeins jafnara en svona er þetta. Já. Það verður vonandi í næstu viku. Já, nákvæmlega. Þú veist, það var bara gaman að horfa á þetta og það er alltaf gaman að horfa á frís og sjá menntaskóla og fjölbrautaskóla vera að keppast titil hver er frís meistari. Já. En já, ég held að við höfum ekkert mikið meira að segja þar að segja. Nei. Það er nokkuð. Alls ekki. Minna bara á eftir viku. Já. Nákvæmlega sama tíma. Já, þakka sponsorunum okkar. Ég veit ekki hvað myndi alveg að horfa mig. Eftir viku. FA og móti MS. Vil ég ekki missa þessu. Strákar, takk kærlega fyrir að vera með mér hérna í dag, í kvöld og mjög gaman að hafa ykkur og er þið næsta trimið? Verður þið líka næsta? Jú. Þið eru næsta? Já, mögulega. Ok. Ég er ekki búið staðfestega mér. Þannig að þið munið sjá Óla, munið sjá kannski Gunnar. Já. Það ekki. Annars höfum við ekkert mikið verið að segja hér, heldur en takk kærlega fyrir allt, takk fyrir áhrif, takk fyrir að fylgjast með okkur og frís out.